Nú skoðum við dæmi það hvernig við getum notað miðagildissetninguna til að sanna ójöfnur. Og við byrjum á þessari hér. Við að sýna að x er stærra en sin x, að x er strangt stærra en sin x, ef x liggur þessu bili hér. X liggur á bilinu frá 0 og upp í 1 og x er stærra en 0 minni eða jafnt og 1. Í þessu kemur fram ákveðin tækni sem er síðan hægt að beita aftur og aftur. Þetta er alltaf sama hugmyndin, í minnstu kosti dæmum af ákveðinni gerð. Það sem við gerum er að skilgreina mismunafall. Og þá notum við þessi föll sem við sjáum. Og ein leið er að líta svo á, gott og vel. Við ætlum að skoða þetta bil frá 0 upp í x. Lítum þá á x sem endapunkt bils. Og svo látum við t vera breytuna sem að hleypa frá 0 upp í x. Nú, við skilgreinum þessi mismunafall og við ætlum að sýna að þessi mismunur, hann sé alltaf strangt í ákvæður fyrir x á þessu bili hér. Og við þurfum að færa rök fyrir því að við getum notað miðagildissetninguna. Og við skoðum þá hvað við höfum. Við erum með fall t. Og það er allstaðar deildanlegt og erum við sinusfallið sem er allstaðar deildanlegt. Við tökum þetta bara fram. Fallin t og mínus sin t eru deildanlega allstaðar. Og hvað er f? Það er summa deildanlegra falla. Meira að segja falla sem eru deildanlega á öllu r. Og er f deildanlegt á r. En við þurfum ekki svona mikið. Sér í lagi er f þá samfellt á þessu lokaða bili frá 0 upp í x vegna þess að sérhvert fall sem er deildanlegt á r er samfellt á r. Og sér í lagi er það þá samfellt á miklu minna bili. Þannig að segja hlutbili í r. Þannig að þetta gerist allt sjálfkrafa. Að f er samfellt á lokaða bilinu og deildanlegt á innmengi þess. Og við tökum þá fram að f uppfyllir öll skilyrði miðagildissetningarinnar. Þá getum við fullyrt að tilur tala sé með x í fæti sem liggur hér á innmenginu frá 0 upp í x þannig að þessi jafna gildi. Alla tala sneiðilínu sem liggur í gegnum punktana 0,f af 0 og x,f af x. Til sé punktur sem liggur á milli 0 og x sem að þau gefur sama halla í einhverju snertilínu. Eða öllu heldur nákvæmlega í snertilínunni sem að ákvarðast að sé. Nú, svo setjum við bara inn tölurnar. Svo setjum við x-in í fallið og við setjum 0-in í fallið og svo höfum við hér nefnilega x minus 0. Nú svo deildum við fallið og setjum inn c eða cx og afleiðin af x minus sin er 1 minus cos og setjum við punktinn cx. Og allt í lagi, svo einföldum við bara frekar x minus sinus x á móti x er þá 1 minus cosinus af cx, þannig að segja eitthvert x uppfyllir það. Eitthvert cx ætlaði að segja. Uppfyllir það. Og hér set ég bara strax fyrir aftan, ég fullir þetta sem stærra en 0. Nú hvernig veit ég það? Jú, ég veit eitthvað cosinusfallið. Cosinusfallið er minnkandi fallið á þessu bili. Þannig cosinus af 1 er minni en cosinus af 0. Cosinus af 0 er 1 og cosinus af c liggur þá þarna milli. Og cosinus af c er þá tala sem er stærri en 0 en minni en 1. Og 1 mínus eitthvað sem er minni en 1 er stærri en 0 sérlega. Svo þurfum við að álykta eitthvað á þessa, þar sem að x í nöfnaranum er strangt stærri en 0. Það getum við margfaldað hér í gegn. Þá hafa x minus sin x er stærri en 0 sinnum x og 0 sinnum x er 0.
Eða við getum litið svo á að til að þetta er jákvætt og það sem er hérna megin er jákvætt, leysa þetta hérna getur ekki verið neikvætt, það er þá jákvætt. Það er að segja x mínus sínus af x er stærri en 0. Og svo er ekki annað en að færa til. X er þá stærri en sínus ef x liggur þessu bíli hér. Þetta er komið. Og þegar við erum búin að átta okkur á hugsuninni í þessari sönnun, þá dettur okkur kannski til hugar einfaldari sönnun. Og hún er þá svona, eða öllu heldur sjáum við að við getum einfaldað hana þegar við erum búin að fara í gegnum hvert einasta smáatriði. Skilgreinum þá fall aftur. F af x er þessi mismunur x mínus sínus af x. Og ég sé að ég get notað f í 0 er 0. 0 mínus sínus af 0. Og svo settum við fram reglu einhallaföll og við reiknum þá bara út afleiðina. Og f mert af x er stærri en 0. Það þýðir að f er stranglega vaxandi samkvæmt einmitt reglu einhalla deltaleg föll á heilu bili. Og þar sem það er vaxandi þá er f í vinstri endapunkti minna heldur en f í hægri endapunkti. Það þýðir og 0 er minna heldur en x mínus sínus af x og þá er þetta komið. Og svo getur maður eðlilega skoða það sem maður er að gera og við vorum að skoða þetta hérna að 0 var ekki með en við erum að sanna að x liggur strangt fyrir ofan sem sagt upsilon jafnt og x fallið upsilon jafnt og sínus af x og við létum nægja fara hingað því að hér eftir er þetta náttúrulega augljós því að ef x er stærri en 1 þá er x auðvitað stærri en sínus af x af því að sínus af x er takmarkað fall og getur ekki verið minnstu kosti ef að varpmengið eða röndurur þá getur sínus af x ekki verið stærri en 1. Hér höfum við x mínus sínus af x, þetta var fallið sem skilgreinum, f af x. Og hér er afleiðan. Og við sjáum að þetta fall hér, ég virðist vera stranglega vaxandi og með því að deilda það þá sjáum við að 1 mínus cos x er alltaf stærra en 0, liggur alltaf fyrir ofan, nema í heilu margvætti af pi. En í þessu dæmi okkar þurftum við ekki að fara hærra heldur en pi x jafnt og 1. En þetta hérna fall er f mert af x og það er allstað jákvætt nema í heilu margveldi af. En það þýðir að það er stallur hér. Þetta fall er stranglega vaxandi. Hér er stallur eða beygjuskilapunkt. Og svo höldum við áfram og fáum alltaf beygjuskilapunkt í pi, 2 pi, 3 pi og svo framvís. Og þetta var þá dæmi það hvernig við nótum meðalgildisetninguna og hún gefur okkur öflugri tæki. Þá skulum við skoða annað sem við notum. Það sem við notum þessa helst er síðan þegar við förum að heilda. En allavega við vitum þetta, ef að f er fastafall eða f er fasti, f af x er jafnt og c og þetta er fyrir öll x á einhverju bili sem við erum að velta fyrir okkur og þá er afleiðan 0. En við viljum geta svarað þeirri spurningu ef þetta er 0, er þetta þá fasti? Ef að þetta er forsendan, ef þetta er gefið, getum við þá fullyrt að þetta sé rétt. Og það er sem sagt meðalgildisetningi sem að sýnir okkur hvernig við getum fært haldgóð rök fyrir því að svo sé. Sem sagt meðalgildisetningin gefur okkur það sem kallað er hináttunarleiðinguna í þessa átt. Getur kannski kallað þessa reglu eitthvað svona, ef afleiðan er 0 á bili þá er fallið fasti á bilinu.
Hvernig sönnum við þetta? Við byrjum með forsenduna. Þetta þá reglan, svona setja regluna fram. Ef f merkt í x er 0 fyrir sérhvert x og einhverju bíli, þá er f fastafall, þar að segja f af x er c fyrir öll x c er ykkur fasti. Og nú byrjum við með f merkt í x. Gerum þá ráð fyrir því að f merkt af x er 0, það sé gefið fyrir sérhvert x og einhverju gefnu bíli í. En við skulum að auki gera ráð fyrir því að það sé ekki rétt að f sé fastafall. Sýnum að það leiði til mótsagnar. Ef að f er ekki fastafall, þá getum við tekið 2 punkta á bilinu, það er ekki sama talan, þar sem að þau varpast í sitt hvort gildið, af því það er ekki fastafall. Og samkvæmt meðgildisetningunni, þá var til c, sem að liggur á milli þessara tveggja talna sem við völdum á bilinu. Þannig að f í x2 mínus f í x2 á móti x2 mínus x1, þetta er alltaf tala sniðilsins. Þar sem þetta hérna er ekki 0 og þetta hérna er ekki 0, þá er náttúrulega þetta ekki 0 hlutvallið. En f merkt í c er 0, af því að við byrjuðum með þetta. Sem sagt f merkt í x er 0 fyrir sérhvert x sem er á þessu gefna bili og sérlagi náttúrulega c á ilminginu. Þannig að hérna stendur 0 er ekki 0. Og þetta er augljóslega rangt. Og hvar brestur? Þetta er gefið. Göngum að þessu gefnu. En þetta hérna lítur þá að vera rangt. Sem það er. Svoleiðis að getum aðeins ályktað að þetta hérna sé ekki rétt. Að f sé ekki fastafall. Og það lítur því að vera fastafall. Og við notum þetta, kannski, eða höfum mest not fyrir þetta svona, ef að y vert x er 0, þá getum við heildað. Þá er y fyrir öll x á einhverju bíli. Og þegar við heildum y vert í x til x, það er að segja við ætlum að heilda núllfallið á einhverju bíli. Það getur frá a til b. En það fáum við alltaf út fast. Og það er nú þess vegna þegar við heildum almennt, segjum bara eitthvað fall, við ætlum að heilda fallið y og 2x eitthvað svona, að við lítum þá alltaf svo á að undir skilið er núllfallið til viðbótar og þess vegna þegar við heildum í stofnfall í með til x er þá x í öðru plús fasti. Þar með getum við sagt þetta óyggjandi. Við verðum að skoða vítin. Vítin er jú til þess að varast þau og svo líta á fallið sem er skilgreint svona. G er 1 ef x er stærri en 0 og það er mínus 1 ef x er minni en 0. Svo deildum við hér 1 og fá 0, þessa grein og svo deildum við hér þennan fasta að fá 0. Og við sjáum náttúrulega að þetta er ekki fastafall, þetta er þetta svona eins og þrep, mínus 1, óskilgreint er 0 og ef x er stærri en 1, ef x er stærri en 0, þá fáum við 1. En í síðustu reglu segir að ef f merkt af x er stærri en 0 fyrir öll x á einhverju heilu bíli, þá er f fastafall. En þegar við skoðum þetta er greinilega núllfall, þetta er bara 0 alls staðar á skilgreiningamikilu, en þetta er ekki fastafall. Þannig að maður spyr, er þessi regla þá röng? En þegar við skoðum aðeins betur hlutina, þá sjáum við að þetta er ekki mótsögn við síðustu reglu. Og það er ágætt að reyna að svara því, af hverju ekki?